og parketti, Húsasmiðjan. Komið sæl, í dag fór lægð inn yfir land og henni fylgdi úrkoma, bæði rigning, skúrir eða súld, en síðdegis þá brotnaði skýjahulan heldur upp og þá náði hitinn aðeins að hækka og komst hæst í 15 og 16 stig á nokkrum stöðum á landinu. En kalda síðastlina nótt var 5 stiga hiti í Skaftafelli og mesti vindhraði núna seinnipartinn voru 17 metrar á sekúndu í Bjarnarey. En veðrinu hjá okkur stýrir þessi lægð sem er hér yfir landinu og önnur lægð er hér suðvestur af okkur og hún færist nær, þannig að í nótt og fram eftir degi á morgun er búist við að verði fremur róleg, suðlæg eða breytileg átt hjá okkur og víða skúrir, en svo annað kvöld þá fer aftur að rigna hér sunnan og austan til á landinu þegar næsta lægð kemur upp að landinu. Og á hitasviðinu þá er ekki að sjá mikla breytingar hjá okkur, það verður áfram tiltölulega milt loft yfir landinu en þó hlýnar lítið eitt austanvert landið frá því sem verið hefur síðustu daga og áfram er reiknað með að það verði talsverð hitabylgja hér í suðurhluta Evrópu. Og ef við skoðum hér vind, úrkomu og skýjahulu frá því í kvöld og næsta sólarhringinn, þá er gert ráð fyrir því að það verði fremur róleg breytileg átt hjá okkur, skýja með köflum hér á norðausturhluta landsins og úrkomu lítið í fyrramálið, en á morgun verður annars víða skýja með köflum og einhverjir skúrir flest öllum landshlutum. Og svo annað kvöld verður farið að rigna hér allra syðst á ný. En í fyrramálið verður staðan á þessa leið, fremur róleg, suðlæg eða breytileg átt hjá okkur, skýja með köflum á norðaustur og austurhluta landsins og hiti gæti þar farið í 12 til 15 stig, en skýja með köflum hér sunnan og vestan til og ýmist rigning með köflum eða skúrir. Og svo seinnipartinn á morgun þá er útlit fyrir að verði áfram suðaustlæg eða breytileg átt hjá okkur, skýjað með köflum í öllum landslutum og víða skúrir og jafnvel talsverða dembur inn til landsins. En svo annað kvöld þá kemur næsta lægð upp að landinu og hún kemur hér með vaxandi vindi og úrkomu, fyrst suðaustan og austan til á landinu, en svo þegar líður á laugardaginn þá snýst vindur í norðlæga átt og úrkoman verður mestu leyti bundin hér norðaustan til á landinu, en skúrir víða hér sunnan og vestan til. Og hádegi á laugardag er útlit fyrir að verði norðlæg eða breytileg átt hjá okkur, einna mestu vindhraði norðvestan til en hæg breytileg átt hér sunnan til á landinu, rigning eða súld með köflum á norðaustur og austurlandi en skýja með köflum hér sunnan og vestan til og úrkomu lítið þetta leyti dags en síðan er reiknað með að verði víða skúraleiðingar í flestum landslutum seinnipartinn á laugardaginn. Og svo á sunnudag er áfram útlit fyrir norðlæga eða breytilega átt, skýja með köflum á öllu landinu og víða einhverjir skúrir og sömu sögu er að segja á mánudag, norðlæga átt og skúrir víðast hvar en úrkomu lítið þó á norðvesturhluta landsins. Og ef við lítum hér örsnögt yfir til meginlands Evrópu, þá er að sjá að það verður skúrakennt loftið þar yfir norður Bretlandseyjum, sólríkt í Oslo og eins er búist við skúraleiðingum víða í kringum Alpana, en fyrir sunnan Alpana er útlit fyrir sólríkt veður og hita og yfir 30 stig. Og sömu sögu er að segja á Íberíuskaga, þar er útlit fyrir sólríkt veður á morgun og hita alltaf 40 stigum og hefur verið varað við hita til að mynda í Sevilla á morgun. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir að verði fremur róleg norðlæg átt hjá þeim, sólríkt að mestu leyti og hiti frá 20 upp í 28 stig. Og í Norður-Ameríku er gert ráð fyrir lægðasvæði hér við vötnin miklu og óstöðugt loft þar, bæði skúrir eða rigning með köflum, sólríkt hér á sléttunum miklu og eins er gert ráð fyrir sólríku veðri við vesturströndina. En hjá okkur er útlit fyrir suðlæga átt á morgun, fremur rólegu vindur og víða skúrir, einkum þó seinnipartinn. Verið þið sæl.